Já, verið velkomin í teboði. Það verið stemming, það verið stuð og verið með te. Já, vel gert. Heldur betur. Þetta er besta innkoma, þetta er besta innkoma sem við erum með. Herru, takk fyrir að bjóða okkur í teboð. Já. Ekki hellir bara mín ánægðan. Jú. Já, þú ert ekki mikil temaður. Sko, ég er að fá mér te í fyrsta skipti, sko. Nei, ha? Fyrst skipti ever. Ég hef alveg smakkað te, sko, en ég hef aldrei fengið með te, sko. Já, ég skilði þig. Næs. Já. Við ættum náttúrulega að vera með mjólk og eitthvað, gera þetta svona svo breiðinni, gera þetta. Við erum ekki alveg það advanced. Nei, við erum eftir að koma okkur þangað, sko. Já. Það er góð. En Lil Curly er mættur. Lil Curly haha. Já. Okkur haha. Það var bara frátekið hitt, sko. Er hitt frátekið? Já. Er eitthvað að nota það? Einhver stelpa bara. En Þetta er bara eitthvað eldgamalt, sko. Já, ok. Hún er ekki að Næ, nota það? Nei. Æ, pirrandi. Já. Kannski þrópað. Þannig að þú varst bara, ok, það er tekið, þannig að ég pröfa bara haha. Sama Instagram. Þá Já. gæti ég ekki fengið heldur Lil Curly. En þú veist, þetta er bara partur af þínu brandi núna, bara Lil Curly, haha. Ég fíla Ertu ekki brána með það? Jú, fint, sko. Það ekki. Ég var líka búin að tala við stelpuna sem var með Lil Curly, venjulega á Instagram. Já. Og hún skoði myndbundum mín og hún hataði mig. Ok, rude. Já. Er hún ekki íslensk? Nei. Nei, Vá. bara hrúðin líkur. Æi. Ókvæða leðalegt. Ó, hvað leðilegt. Já. Herru, ég tjekkaði á hann, ég var svo forvitin hvað var ég gamall. Já. Tjekka á googlar hún? Nei, tjekka á Íslendingabók. Nei, það er verra. Gískaði. Já, giska. Ég? Ég held að sért bara svipum aldrei við. 97, 98. Já, bingo. Já. Hvor? Í 98. 98? Já. Ok. Að ég var ekki viss. Nei. Hann er annarkvært 95, 96, 97, 98. Já. Ég fæ oftast þessi 0-0, sko. Já. Ég Já. skil alveg af hverju fólk heldur það, en ég veit ekki af hverju. Ég held bara að það varir. Já. Það er bara til á TikTok og það er bara krakkanir. Og ég. Krakkandir og þú. Já. Já, nei, við erum öll eitthvað að reyna að kíkja hann inn líka, skilur við. Já. Í fullorðna fólki. Þetta er samt, já, ég sá líka einhverja könnun daginn, sko. Það er fullt bara á okkar aldri. Það er yfir, sko, 40% sem að notar. Aha. Já. Já, ég held að sé alveg ógeðslega margir að inni, sko, eru kannski ekki endilega að posta en eru að inni samt að fylgjast með. Já, minnst það búið að stækka líka sérstaklega eftir bara quarantine og allt það. Já. Það komu allir inn. Það var enginn hana í desember. Já. Þetta er ógeðslega mikið þar, sko. Þá sprakk þetta bara einhvern veginn út eins og hafa gerst, sko. Það var allir sem ætluðu að gera þessa account og voru svona ekki að þóraði, þeir gerðu þessa account og eru núna hooked. Þeir höfðu ekkert betra að gera. Nei. Og eru núna hooked. Svo ógeðslega margir sem er líka bara, skilju, user, 2-3, eitthvað svona. Já, nákvæmlega. Er ekki með account, þannig alltaf að skoða. Já. Versti típunar, sko. Nei, ég segi svona. Já. En fyrir þá sem að eru ekki margir sem hlusta á teboð sem veit ekki hvað þú ert. En fyrir þá sem veit ekki hver þú ert. Who are you? Heyrðu, ég er úr Hafnarfirði. Já. 22 og æði bara handbolta og sund og svona. Okay. Og svo fór ég á TikTok í fyrra og var heppinn með eitt myndband sem blóaði upp. Og síðan þá hefur þú verið á TikTok? Já. Bara TikTok no turning back. Varst í þá Flensborg eða? Já, ok. Tók fyrst önni í FG og nefndi ekki strætó. Nei. Þannig ég fór bara Flensborg sem ég skilur í bíðana rétt, já. Næs. Kekja. Næs. Hefur næs. Býrðu ennþá í Hafnarfirðinum? Nei, ég var að flytja maður með strákunum. Ok. Voru að búið til eitthvað svona hype house? Já, en samt ekki, skilst. Þetta er bara svo ekki að chilla saman, sko. Ok. Og þú vorum alltaf saman, já. En við ætlum ekki að kalla þetta eitthvað hype house. Nei, er þið Sway Boys eða eitthvað? Nei, haha boys. Já, haha boys. Við erum bara til að taka skilur myndbönd en ekkert eitthvað kalla. Nei, ekki að þetta. Það kemur nafnið, sko. Það mun koma eitthvað nafn, sko, en það verður þá eitthvað spons eða eitthvað svona, það verður ekki eitthvað. Já, bara eitthvað tehúsið. Já. Það hefur verið spons okkur þá. Já, vá, við ætlum bara að sponsa þá, sko. Já, ég er alveg til það. Allir sem gerir eitthvað gott eða skilja gott spons, sko. Þeir eru talandi styrktaraðala. Þetta er bara mjög góð innkoma. Hérna, þá ætlum við bara að minna alla á að styrktaraðalan okkar er náttúrulega Laugaspa. Já, og við erum með jólapakkan í desember sem er spapakkin og trítpakkin. Þannig að ef þið farið inn á vöruklass.is/vefverslun/tilboð þá finnið okkar pakka þar. Já, það sjáum við hvað við notum í trít og hvað við notum í spa. Þetta er ekki flókið. Þannig jólagjöfin bara secured. En hérna, Lil Curly, ert þú búin að kaupa allar jólagjöfnar? Nei, ég er ekki byrjar. Þú ert ekki byrjar? Nei. Þú veist að jólinn bara næstu ykkur, sko. Ég var aftur með á því í gær bara, það er jólinn næstu ykkur. Það er ógeðslega stutt. Já. Bara hjálpa okkur. Heldur þú að gera þetta bara síðan stundu? Já. Það er mjög þægilegt. Ok. Ég gera eiginlega alltaf þannig, sko. En samt ekki viljandi, sko. Nei. Það er svona... Það er bara, sumir fíla það bara, skilju. Ég vinn mjög vel undir pressu, skilju. Nógla.
svo ég heldur ekki að gefa mikið jólagjöfum, sko. Þetta bara mamma, pabbi og systkinin og svona. Já. Og þau kaupa allt svona fyrir mann fattur og þú bara... Já, bara skrifa nafnið. Þægilegt. Mjög þægilegt. Herru, svo við vorum með nokkra spurningar, bara svona til þess að kynnast þér betur. Já. Sunna, ertu ekki með þér? Ertu alveg allavega sem ég gerði hérna? Þessar spurningar mínar? Já. Herru, hvenær má smakka þetta? Herru, þú má smakka þetta? Ok, ekki að taka þennan úr, eða? Jú, maður á að gera það, sko. Ok. Þannig að ég myndi alveg mæla með því. En við erum ekki það advanced. Nei, við erum bara með hann En þú bara stjórnar þessu, sko. Já. Látt okkur svo vita hvað það finnst. Það er bara svona engifer-feelingur. Já, þetta er bara létt svona... Þetta er svona engifer-vibes. Já. Þetta er svona, já. Það er fínt. Það er ekki bara. Hvað er svona uppáhaldsdrykkurinn? Wow. Já. Herru, auðvitað bara supp-free, sko. 7up. Já, 7up, ok. Supp-free. Það er ekki free. 7up, sugar-free. Já. Það er ekki algengt eitthvað svona. Eða nokkur límón, hann er... Já, hann er ekki þess. Ok, þannig að ef þú verður með tebóið, þá myndir þú bara hella því í ketilinn. Já, fíla það. Ég er auðvitað að gleyma einhverju, sko. Sub-free. Sub-free. Love that, sko. En ok, við spurðum þig núna rétt á hann, þú sagðir að þú byrjaði í desember fyrra á TikTok. Sagði það? Já. Nei, ég byrjaði einhvern september í fyrra. Já, ok. En myndbandum mitt svona fyrsta blóða ekki fyrir einhvern í desember. Hvaða myndband er það? Hvað varst að gera því myndbandi? Ég var B5 að DJ-a. Já, ég sé það. All Around to Christmas og Soulja Boy skiptingu. Já. Svo kemur You. Já. Það er gett. Hvað kemur svona? You. Fólk þarf að tengja. Já, algjörlega. Sko, ég postaði því, sko, einhvern veginn í miðjan desember. Og TikTok er eitthvað leiðalt við Íslendinga allana. Og ég skal koma með inn á eftir. Og það fekk bara eitthvað svona 30 views eða eitthvað. Sem er alveg mikið. Alveg mikið, já. Og svo prófaði ég að uploada þetta. Ég fekk svo gott svona ratio, semst like ratio, þú skilur. Og mér langaði að fara lengra. Ég prófaði að uploada þessu. Og svo einhverjum 4 dögum setna, ég uploadaði þessu einhvern veginn bara í kringum jólin. Uploadaði þessu aftur? Já, bara re-uploadaði. Og svo 4 dögum setna erum við með strákunum á Akureyri, Sér að Bjössa, þegar við varum að spila á Sjallanum. Já. Og ég vaknaði bara einn morgun þar með fullt einhver svona DM, Instagram DM, bara eitthvað svona, getur notað lagið mitt, eitthvað svona, á TikTok. What? Já, þá var það sem búið að byrja að blóða upp. Varst þú bara famous overnight og fólk bara byrjaði að nota lagið sitt? Það var svona svolítið, Shit. Þá var þetta komið 500 views, eitthvað svolítið. 500.000? Já. Og við fórum fjallið. Já, svo fórum við bara fjallið. Og ég horfði bara styrir í fressa, þá fór það bara upp um 20 views. Þetta er svo mikið bull hvernig það er á TikTok. Það er eins og sé bara endalaust þarna inni. Já. Bara svona, hvernig er svona mikið af fólki inn á TikTok? Það er ógeðslega mikið. Það er rosalegt, sko. Líka bara svona þinn fylgjendahópur. Þetta er meira en allt Ísland. Já, þú ert með hvað 300... Ég var að fara yfir það núna bara í vikunni. 360... Já. 357 Íslendingar. Þetta er rosalegt. Heldur að sé allir á Íslandi að fylgja þér? Nei. En það er, ég tjekka á hann ég kom. Þannig að svona mest íslenska myndband mitt. Það var eitthvað Dómnæsmyndband. Og þá fengum við 96.000 Íslendingar sem sagt. Vá, það er rosalegt. Akkantar sem sáu. Það er geðveikt. Það er ógeðslega mikið. Það er ógeðslega margir inn á þessu. Nefnilega, sko. En finnst þér ekkert sturlaða pæli í bara fylgjendahópurinn sem er bara búin að íta follow hjá þér, þú veist. Margir sem að bara örgulega tjekka á þér eða eitthvað þannig. Fleiri en allt landið okkar, sko. Það er rosalegt. Það er ekki svo að séum stórt landsamt, en það er samt rosalega tölur. Þetta er rosalega tölur. Já, þetta er magna. Það er eitthvað svona sviðskrekk. Nei, ég reyna ekki. Ég pæla ekkert svona mikið í tölunum þannig sé. En líður það svona, eins og séu fólk, skilur við? Nei, nefnilega ekki. Ég er nefnilega þannig þar með TikTok. Mér bara líður þess að sé bara einhverja tölur. Ekki fyrir en maður sé svona, það er svo mikið að krökkum sem er bara með lokan account og heita bara user eitthvað. Já, nákvæmlega. Og það ert ekkert eitthvað að tengja við manneskina. Þetta er svo ópersónulegt. Þú veist, fólk er að kommenta bara með einhverju nafni og maður sér engan á bakvið accountinn. Eins og Instagram er meira svona persónulegt einhvern veginn. Það er svona profíl eitthvað. Þetta er bara eitthvað. Flesti krakkar er bara með Fortnite eða eitthvað. Einmitt, já, bara eitthvað bull. Já, einmitt. Shit. Heyrðu, mér langar að spyrja, byrjar þú á Vine til að byrja með eða bara beint á TikTok? Já, ég var eiginlega bara heppinn, sko, ég var ekkert eitthvað, ég hef aldrei verið að reyna að gera content, sko, þannig séð. Gauti vinur minn sem ég er alltaf að gera TikTok með, Lil Draco, hann semst var alltaf að segja okkur, byrja á TikTok, og hann hefur alltaf langað, svona, hann var alltaf pælt í þessu og langað að vera eitthvað svona content creator í rauninni. Okay. Og hann svona ítti mér út í það og ég fór bara að upplöða einhverju bara, ég var rauninni bara að gera grína þessu sjálfur. Já. Og var sjálfur minn líka. Og svo var ég bara heppinn með þetta DJ-myndband. Já, það er geðveikt. Þetta var bara svona, surprise, skilur. Þú ætlar ekkert að gera þetta. Nei, ég var ekkert að reyna
Nei. En þú var svona að testa svona algoritman. Virkar það. En svo bara virkaði það bara extremely vel. Það rauninni fyrsta mynd sem ég postaði, þá fekk ég 3 views eitthvað. Já. Og svo Instagram var ég bara með 1000 followers, þannig ég var bara eitthvað, wow, magnað. Já, crazy. Já, og þá það svona langaði mig svona að halda áfram, skilur. Og það fekk svo mikið views hana, með að við, þú getur séð líka statsin, bara hversu margir Íslendingar eru. Og þetta voru allt Íslendingar, þá voru bara svona, það fatti alveg getur orðið plattform. Já, nákvæmlega. En ég fór að upplóta bara einhverju gett grillegu contenti. Og svo hefnaðist ég bara með eitt meðbúnd. Nice. Já, ég lendi þegar ég, fekk mér TikTok fyrst skipti. Ég var að gera bara eitthvað story fyrir Instagram en það gett þægilegt að klippa inn í TikTok og það bara gerðist það sjálfur sér og kom bara lag undir í eitthvað næs og svo postaðist það og það fór bara gett hátt upp. Ég bara, what? Hvað er þetta app eiginlega? Það kom mér svo mikið óvart. Ég bara, hvað? Ok, sjáum hvernig þetta gengur, skilur við. Sjáum hvað þetta fer. Já, ég skildi þetta heldur ekki fyrst. Þetta er alveg flókið að klippa þessu líka og svona. Þú getur gert auto, sko. Þú eru gert það. Þá bara á hverju bít, einhver lagi, þá klippist það. Það er svo gett næst, þegar maður kann ekkert, skilur við. Ég gerði það bara til að byrja með og svona lagaði aðeins bara svo að passaði og það var bara super simple. En á Instagram náttúrulega er það super flókið, það er bara að gera einhver öðru appi og eitthvað. En, já. TikTok er mér fínt upp á að gera, sko, já, klippa. algjörlega. Herðu, já. Hvert er svona þitt uppáhalds TikTok sem þú hefur gert? Já, svona hvað er uppáhalds, já, það er mjög spennandi. Þú hefur búið til, skilur, sjálfur eða eitthvað þannig herft eftir. Kannski svona stoltastur af. Það er bara B5 myndbandi, sko. Er það ekki? Já. En ég fekk alveg heit á það, en ég gerði myndbandi mömmu, það var alltaf heit. Það er alltaf top-kommentið, er alltaf... Já, einhver kaldaðinni. Já, eftir einhver grín, sem er bara gaman, skilur. Já. En það er auðvitað svona uppáhalds út í að það var svona ástæðan af hverju ég var vinsæll TikTok. En ég gerði dæmi með mömmu og það fekk ég bara ástöðum mikið komment. Það var svo gaman. Þetta var svo gott vídeó, sko. Ertu búin að sjá það? Ég man það ekki. Ég er eitthvað svona að bomba mér hurð með hausinn. Að kannski að grína öðru strák. Já, ég held ég að sé það. Svo opnar hún er bara... Já, hún er eitthvað, Þetta er mjög gott, sko. Það er eitthvað svona í rauninni skemmtilegt því að það maður stöður um það skemmtilegt. Já, það er eitt að posta vídeói og það blóar óvart upp, svo er annað að búa til content til þess að reyna komast. Ég veit að það er einmitt. Já. Það bara kvíla líka svona eitthvað sem gerist óvart, þannig að þú ert ekki svona sækjast eftir þessu, sko. Gerðist þetta óvart? Nei. Það er allt leikið sem ég gerir. Það er lúkkar sem gerðist óvart, það er ekki að fyndið. Mamma er góð leikari. Já, hún er fókið mistra að tekið þátt í því, sko, ég ána með hana. Hún er alltaf til allt svona, sko. Fíla það. Shout out á Ollu, sko. Shout out. Ok, hefur þú reynt að búa til eitthvað trend? Og ef þú ert búin að virka það? Dominos trendi. Já, ég er búin að gera svona challenge. Já. Hvað var það? Það var ekki að með hendina. Já, Savage Love dansin í rauninni. Já, nei, veit ég, hvað var það? Þetta var bara Dominos sagði, og dansin var svona Já. Og í rauninni Dominos gerði bara sama, bara nota hennan dans og gera hashtag Dominos dansinn. Já. Það var svona challenge sem ég gerði. Já. En ég held að reynda að búa til eitthvað svona bara alveg original. Ekkert trend í rauninni, en ég gerði einu svona eitthvað það sem að Þóra það er svona stelpur sem ég hitta. Hún held ekki að shake yfir mig. Það var líka svona fake myndband, eitthvað svona break-up myndband í rauninni. Og það sem sagt það fekk alveg 5.000 eitthvað svona aðri sem notu hljóðið. Já, ok, var það ykkar hljóð þá? Já, ég bjóð til hljóð úr 2 trendum samanlega í rauninni. Já. Og ennast 5.000 svona stór trend. Þetta byrja að gera trend fyrir þetta fyrir svona allan 30.000. Og þá fer þetta upp í Já, það er geðveikt. Og svona stærstur upp í 1 milljón, 2 milljón kannski. Þú er alveg nálægt því. Já, næsti. Já, næsti. Það er alveg að fara að gerast. Kemur næst. Já. Það er geðveikt. En ok, hvað er furðulegasta trend sem hefur komið upp á For You page-inni þinni? Shit. Það er svo weird shit að inni, sko. Já, þú veist það er svo mikið weird shit að inni. Stundum er ég bara svona, hvað er ég að gera inn á þessu appi, skilur? Ég er bara eitthvað, já. Eins og, þú veist, Draco TikTok, fórstu eitthvað inn á Draco TikTok, kom það hjá þér? Nei. Það var bara Tom Felton bara búa til bara allt kynferðislegt við Harry Potter og ég var bara inn á þessu í svona, ég var bara hvað er ég að gera? Svo gæti ég ekki fara út. Það er svona furðulega sem ég lendi í, sko. Já. Þegar ég eitthvað trend núna líka bara eitthvað stelpar hristur rassinn, sko. Já, það er eiginlega, já. Mjög mikið svo leys. Og líka þessar 15 stelpur sem voru ekkert að því, voru bara að taka renegade, sko. Það er nú bara byrjar að því og það er bara trendið. Já, elska. En svo var eitthvað trend þegar þegar COVID var bara að byrja, var það ekki að sleikja fullt af hlutum? Það var bara svona eitt skiptnasta trend sem ég sé. Ok, ég hef aldrei séð það. Já, svo náttúrulega, ef þú sér eitthvað trend og engagear eitthvað við það, þá ferð þú bara þetta trend. Já, náttúrulega. Ég var nú að læka það ekki. Nei, það ekki, en ég náttúrulega var örgulega kannski bara á öðrum algoritmum að því var úti í Bandaríkjunum og þá var þetta eitthvað svona, þú veist,
þetta var eiginlega ekki, það voru ekki allir búin að samþykja að væri einhver pláa að koma til landsins skilur eitthvað þannig þannig að þetta var bara nothing can kill us og svo voru þau bara sleikja klósettur og eitthvað svona þetta bandaríkjannamennir típist Jesus. En já, ég sá þetta ekki sko Nei, ok Nei, heldur maður býr einhvern veginn til sitt eigið svona algoritm Já, bara for you page þetta sikkvært hjá gröllum Já, trú Já, ekki í Íslandi, við erum öll með saman for you page Já, það ekki? Jú, það rosalega heimskulegt Já, ángríns sammála Og saman líka með ef þú postar myndband í Íslandi og það getur verið gott myndband en það þarf fyrst að fá gott ratio á Íslandi til þess að komast erlendis, já, ok fólk fílaði ekki hérna og þú gerir svona geggja myndband það ferði ekki neitt og það ekki nema fólk engage mjög mikið sem followa þig eða skoður að lengi ég gerði nokkur TikTok eitthvað í desember í fyrra bara eitthvað á djókið svo fór til Flórida það sprakk upp þar ég var bara þegar þú fórst til Flórida já, það var bara gömul vídeo, skilur og það var allt í henni voru þau bara að springa upp úti og meður úti og öll TikTok sem ég gerði úti voru miklu stærri þú hlýtur að hafa tengst á algoritmum úti þú veist, og verið á erlendu base eða eitthvað ég fór einhvern veginn inn á bara algoritmum út í Flórida og það var bara allt í henni voru vídeo mér bara upp í 100 til 500 views ég var bara, what the fuck það þannig, sko, það sem þú ert þar byrjar það að dreifast það glataði poppu líka við erum hér og það þú ert með fleiri fylgjendur en á landinu saman líka með myndband og mömmu ég veist líka repostað því það eru einhver myndband sem ég ekki repostað ég ekki að reposta núna bara í hálft ár en samt ákvæði ég að reposta þess að þetta fekk svona en það kemur svona aftur til ég hef oft séð vídeo frá þér aftur ég ætla að var ég búin að sjá þetta þess að fatt að ég var að reposta en ég veist ekki að virka það svona vel Nei, þetta á ekki, TikTok er að reyna að láta ekki virka út af því að þau vilja ekki að fólk sé alltaf sjá sama ég haldi líka að sé stóli þá og okkur en það bara virkar allan ekki inn á Íslandi út af því að einhver ástæð En ertu þá að eyða upprunalega eða bara hafa sama tvisvarinni? Í gamla daga þá veit ég alltaf upprunalega en núna prófið að hafa brenni og það var eitthvað svona shadowband Varstu shadowband? Myndbandi sjálft Hvað þýðir það fyrir þá sem er ekki? Ég var bara mjög heppinn, sko, Þóra, litla frænka mín hún sagði eitthvað, hvað er hann að myndbandi sem hún postaði í gæri eitthvað og ég eitthvað, getur ekki séð það? Og nei, og það er ástæðan hverju ég re-uploadaði annars er ég hættur að re-uploada Það er líka svo pirrandi ef tekur vídeóð upp í TikTok og ætlar að re-uploada því eða eyðist þá er það bara ónýtt að því að það er svona TikTok svona drasl inn á Já, þú þarf að taka þetta upp í kameran annars seifast þetta bara með logoinu þeirra Já, það er gett glatað Þau eiga líka öll mynd embla vikum hún er ekki að tala að TikTok hefur bara notað hana í auglýsingum bara myndband sem hún tók bara að posta myndbandi einmitt glatað TikTok er eitthvað að nota þessum auglýsingu og hún var ekki neitt fyrir það Ég veit ekki, hvað er fyrst? Manstu, veistu með TikTok Creator Fundin, veistu hvað maður þarf að vera marga fylgjendur? Það sé ekki mikið, en þetta er eitthvað Íslandi. Er þetta ekki Íslandi? Nei, ok. En sko, þetta er líka bara eitthvað pinkulítið, sko, ef það færið bara 10 miljonar views, þetta kannski að fá $60 eða eitthvað. Þetta er glatað, sko. Er þetta bara þá svona sem vera creator á YouTube, eitthvað þannig? Þetta er tölvöld, þau eru borgað í YouTube, þetta er bara verðborgar, já þau eru bara aðeins til þess að geta sagt borga creators en þau eru ekkert að borga neitt þannig sétt það kannski kemur YouTube búin að helviti mikið lengur og það kom ekkert strax á þeim YouTube nei, alls ekki en svo líka hvað er búið að hóta núna 2 ára þess ára að loka TikTok þannig að það kannski ekkert verið að setja ókslega mikið peningi í þetta núna TikTok er líka búið að breyta skæð mikið finnst það ekki upp á views og þannig jú, þetta er alltaf að breyta allir vera einhvern veginn ghostaðir bara já, ég fekk 4 views allt í einu á myndband sem ég postaði fyrradag og það meikar ekki sens að þú ert með svo marga fylgjendur það bara meikar engan sens þau eru að breyta svolítið mikið úr following, á mikið followers eða bara hversu marga followers það breytir ekki með neinu einu sinni var alltaf ef ég sá bara 100 views þá sá ég bara statsi mín og þá var for you page kannski 90% alltaf en hún er bara meira 50-50 já, það þau eru að breyta sér meira svona persónlega mér finnst það geggjað en samt skoðum maður alltaf for you page maður skoðar eiginlega aldrei skoðar engin following nei. En þú veist, ég er að followa eitthvað fólk og þá hætti ég að sjá það á for you page-inu mínu fattar það mig? Ég er bara svona, hvað er allir uppáhaldskreatorinn mínu horfnir? Þetta er alveg rétt, sko mjög steikt það er svona gott hega það er ekki bara mjög fint, sko nice en ok, hver er þinn uppáhalds-tiktoker? Áttu eitthvað svona inspo? Já Two-Turn Tony ég vissi hún að segja það ég var bara að segja þetta ég skal veðja að uppáhaldi hans Two-Turn Tony nei sko ég elskan hann er fucking hilarious sko hún er líka svo sama hann er hættir hann var gett stór hann gerði svona badmænt efni og núna er hann bara
drullu sama. Já, hann er bara going wild núna, bara posta bara rassinn og bara í þessum mánuði, sko. Já, hann er rosalegur, sko. Hann alltaf í crop tops, alltaf með endurna sína, þetta er bara, þið verðið að followa 220, hann er geggjaður. Og myndi segja, ferðu innspó og hugmyndi frá honum, eða bara... Ég ger ekki efni eins og hann, því að bæða okkur TikTok, ég þoli ekki TikTok, sko. Ég má ekki vera nærbuxum, það má ekki sérst ég ekki þegar ég sé eitthvað reyna að flexa eitthvað, en bara sérst í nærbuxum, það er stundum gest, þá bara eyðir tíð á miðbúndinu. Eða sérst í nærbuxum upp á buxum? Já, bara upp á buxum. Og brauðhníf og áfengi. Já, ok. En 220 er alltaf með áfengi? Ég fæ ekki neitt. Kannski er þetta Íslandi þá bara eitthvað. Ég veit ég akkur, sko. Og það er þróta. En við erum með bjóra og eitthvað innan hjá mér, sko. Sumt virkar hjá mér, stundum bjór, en SST tequila eða eitthvað svona vodka sem er sterkara. Eitthvað svona international. Já, einmitt, eitthvað international brand, já. Damn. Pirrandi. Klart að mér langar að gera það nefni, sko. Og ég er að fara að gera það, en ég fæst alveg svona nei frá öllum öðrum upp á samstöru og allt þetta líka. Já, en þú veist, þú verður bara fuck that. Já, ég veit að ég er að fara að gera það. Ég veit ekki, þetta er svona, hann gengur líka bara vel með merchin sín og eitthvað, skilur. Það þarf að vera alveg nóg stór til þess að geta sagt fuck that. Já, nákvæmlega. En þetta er náttúrulega bara, það er bara engin filter á honum. Hann er, já. Það er líka, þeir eru alltaf halinn á þessu merchi, þessi útlendingar. Ég var að reyna að kaupa svona beer pong, nei, hvað heitir þetta? Bong? Nei, trektir hans. Mér langar að kaupa þannig. Mér er það svo geggjað, þú veist, að einhverju Íslandi er bara eitthvað, ég vil kaupa merchi á þessum gæja. Það segir bara hversu frægur þú ert, skilur. Nákvæmlega. Bara hann gerir gott content og hann er bara original. True, hann er bara alveg bara hann sjálfur. Það er engin annar eitthvað að pósa með öndum. Nei. Og hann er búin að fá mömmu sinni í karakter og svona líka. Og ömmu sinni líka. Svo geggjað. En ok. En hver er þá uppáhalds íslenski TikTokerinn? Verður þú ekki að segja vini eða? Nei, ef þú ættir ekki að segja vini Þá er að sko, ég fæ ekki íslensk TikTok á For You page mitt. Ekki? Nei. Mér finnst líka að vera fáir sem að kallast TikToker. Mér finnst þú bara að vera svona ef ég horfa á þig þá ertu bara mest TikToker sem ég sé, skilur. Sko, ég er í náttbúsum og hákum með þessar, sko. Já, fíla það. Sjátt leikum náttbúsum, geggjað. En, þessi er erfið, sko. Út af því ég fæ ekki, ég er bara svona að breyta For You page minn, en ég fæ ekki íslenskt. Já, ok. En það er kannski það sem allir eru að gera líka, það er svona gengur Íslendingum ekki vel. Já, kannski. Og svo eru líka einhverju krakkar sem eru svona TikTok er líka cool í einhverjum skólum. Ég var búin að frétta að einhverju skólar voru hættir á þessu rauninni. Já, bara ekki cool að vera TikTok. En, já, allt er þessi okkur. Núna eru við alls sinni byrjað á þessu. Það er gamla TikTok. En já, þau bara ung og skiljandur ekkert húmor sem að við erum að posta og þeir sá kannski alltaf myndunum mín og skilja það ekkert. Einmitt þegar við erum gamla fólki að koma inn og þá erum við búin að eyðileggja allt fyrir þeim, alla brandarana. Já. Þeir sem koma Musical.ly og svona. Já, en ég ætla að geima það spurningu. Geima aftur á henni. Ok. Ekkert mál. Er samt eitthvað sem að, þú veist, eitthvað stjarnað, eitthvað sem þú fylgir, sem ég finnst þess að ætti að vera á TikTok. Því að mér finnst ekkert allir komnir þangað. Nei. Veitu hvað Nelk er? Nelk Boys? Nei. Æja. Ok, þeir eru allan að, ég horfi svona, þeir eru mest í YouTube. Og ég horfi mest á þá, sko, upp á svona hvernig content mér langar að gera. Og þeir eru eitthvað á TikTok, en þeim er svona alveg sama, sko. Þeir eru bara YouTubers og gengur óslega vel þar. Þannig að þú væri til að sjá til dæmis meira frá þeim? Já. Ok, geggjað. Þeir eru ógeðslega stórir í YouTube. Þeir eru bara, þetta er bara þeir að drekka og eitthvað að rugla. Jú, ég held ég veit ekki smá hvað þetta er. Þeir eru með full sendir svona slókan þeirra. Já, mér kannst eitthvað við þetta. Já, það er geggjað. En ég líka fakt hérna ekki, sko, en þeir allan að, þegar þeir droppa merchinu, þá segja þeir, þeir hafa tekið myndbönd og svona, þá er alltaf bara 50 manns live akkurat. En þegar Kylie Jenner postaði, þá var 100.000 manns inn á. En þeir hafa farið upp í 400.000. Þannig að þeir eru á svipum skala og hún þar. Þessi YouTuberar, sko, það er náttúrulega bara, þú veist, þetta er bara starfstétt, sko. Þetta er bara fáránlegt. En sumir eru náttúrulega að færa sig yfir á TikTok, en aðrar ekki. Það er eins og sumir þurfa þess bara ekki. Nei, þeir þurfa þess ekki, þetta er bara fint upp á, þú farið, það er svo easy fyrir að fá follow. Já, algjörlega, þú veist, eins og með David Dobrik, hann bara geði hjúts á YouTube. Ég kynst honum gegnum TikTok. Já, ok. Því ég byrjaði að sjá TikTok frá honum, þú veist, ég vissi alltaf hvernig hann var, skilur. Ég aldrei hort á vídeo, en eftir ég byrjaði að sjá meira TikTok, þá byrjaði ég að fara með á YouTube. Þannig að þetta er plattform sem getur kynnt þig og þú veist, þú veit sér kannski fleiri. Hann var líka að fá einhver TikTok award, skilur núna. Og hann er ekki bara að posta YouTube-myndbandi í hálft ár, skilur, hann kannski hann bara going. Sem bara komið þangað. Þetta er alveg sniðugt. Já, algjörlega. Nefnilega, sko. En ok, hverjum væri þú mest til að gera collab með, eða svona TikTok með, eitthvað svona frægum með eitthvað? Hugla Tony eða Nelk. Já.
Það er einn gæði sem var bara núna að blóa upp þess að hann fylgast með honum og hann er svona ógeðslega skemmtilegur karakter sko og hann heitir Sean Schutt 69 Okay. En það var svona, ég var til að búa með honum hann er svona næskæði fatturinn, ég var ekkert til að búa með Tony Nei en hann er svona sem eins og mér langar hafa kontentið mitt fatturinn en ég geta bara ekki það ég býja á Íslandi Já Fucking Ísland maður Þetta lítið land Too little Ok, hvaðan færðu inspo fyrir TikTok-in? Það er svo geið Það er rauninni Sean hvað sem heitir hana Algjörlega hann er svona hann er með kontentið að segja svona hann að bara drekka og dansa og ekki það ég sé ykkur fyllibita sko með spjórvondur og svona sko en það er bara gaman þetta er bara svona stemming ég fíla það bara stemming og vibe fattur og ef ég hef alveg postað myndböndum sem ég veist geggjuð á TikTok sem eru bara geggjuð stemming, geggjuð vibe en krakkanir ekkert eitthvað að digga þetta sko því að þau hafa aldrei það er svo jamma þau leita ekkert við neitt svona Nei, það er að fara inn á svona krakka hópin ég þarf að posta einhverjum húmor sem er fyrir krakkana inn á milli bara mest megnis ég posta það er rauninu inn á milli sem ég posta einhverju svona sem mér mér finnst flest fyndi sem ég geri ég er ekki að posta einhverju sem er leðalegt sko var það en þá var ég bara að posta til þess að fá view sko en svona ef þú ert ekki að hugsa krakkana þá ferði ekki neitt á Íslandi allavega Nei, ég skilji þau eru bara grunnurinn á þessu ég teki eftir ég er fullt af einhver svona kreator sem eru bara engagea ógeðslega mikið með sínum fylgjendum og þetta eru bara börn maður svona skoða kommentum maður bara svona 0, 10 sæll 0-10 og svo er manneskjan skilur 0-10 svo er manneskjan skilur kannski svona 30 eitthvað skilur eldri eitthvað maður svona what já, mér finnst það alveg grilla en maður á bara einhvern veginn að gera það sem þið langar skilur og þá færðu þinn hóp á endanum sem vill fylgja þér svo lengi sem hún byrja í Íslandi því að þú TikTok kemst ekki út og postar ekki nei, en svo kannski koma fleiri sem fíla þitt TikTok skilur á þínum aldrei hér akkurat, það er alltaf bætast í hennar á Íslandi það einhverja könnun, mann ekki hjá hverjum en þá var allavega þetta var búið að aukast mjög mikið skilur og var alveg að komast í takt við Instagram og nákvæmlega, þú ert bara að byggja upp brand skilur, búið til content svo kemur þetta en svo líka það, upp á engagement að gera þú veist, það er alveg ólíklegt að einhver á mínum aldri sé að fara að vera einhver fan yfir mér, fattar þú þá er ekkert að fara að engage eitthvað mikið á mínu efni, eitthvað svona komment eitthvað ég held að sé líka bara ógeðslega mikið okkar kynslóð sem er ekki að þú veist við erum svo leiðilega að hrósa hvort öðru þú veist, við kannski horfum og hlæjum en þú veist, ekkert endilega lækum eða ítum á follow eða kommentum það er einhvern veginn allir bara svona jealous út í hvern annan bara svona okkur honum að ganga vel en svo fyrst með yngri krakkarnir við erum bara oh my god, þú veist, já True. Við erum að taka það til fyrirmyndir sko. Ég er fan af þér sko, mér finnst þú TikTok ekki en geggjuð sko. Annars væri ekki hérna. Þið verður að setja hana, já, þið verður að setja svona sko-count inn í það, ég er búin að segja sko svona 50 sinni, ég er að reyna að hætta það. Nei, við gerum þetta líka sko. Já, við erum hræfinur. Þú sagði við gerum það líka sko. Sagði það? Ég tek ekki þessu eftir. Það var eitthvað sem klippti saman öll ensku orðin okkar, þetta var hræðilegt. Já, bara eitt vídeo sem var klippað saman ensku orðin okkar, þetta var örugglega hálfið þátturinn. Já, þetta er ensku slettur sko. Hann er sko, málfræði er ekki eitthvað sem þú þarfst að vera með á hreinu hérna sko. Nei, alls ekki. Það er alls ekki, En ok, ok, ég held ég veit svarið við þessu, en hvort finnst þið skemmtilega svona sketsjar eða dansa? Sketsjar? Já. Já. Þú ert þannig að dansa líka þetta á TikTok? Sko, ég og Gauti vorum að reyna eitthvað trend daginn. Við spottiðum að í 2000, það sem við talum á hann, svona sounds, hvað sem margir búin að soundið, og við spottum með 2000 og það komið núna upp í yfir 500.000, fattar við. Við vorum frá 2000 upp í 150.000 að reyna að læra dansinn. Oh my god. Og þetta var bara eitthvað ógeðslega auðvelt, en við erum bara svo spastískir. Sko. Var það ghost-videoið? Já. Og þannig endaði bara því að ég var bara ekki að gera dansinn. Ég get ekki að reyna á það, sko. En þú veist, ég kann ekki að dansa heldur, en ég elska TikTok dansa, sko. Mér finnst það bara skemmtilegt. Ég kannski ekki að gera það á mikið, en þetta er bara svo skemmtilegt vibe. Já. Samlega. Bara til að gera eitthvað í partíum, skilur, vera búin að læra eitthvað og hitta viniðina og eitthvað. Það er líka alltaf að koma eitthvað nýtt og svo er alltaf bara endalast góðum dansurum til. Það er ná að gera þetta svo vel. Mjög vel. Og ég leiði þeim raun bara að sjá að dansa, sko. Ég leta það í sig. Mjögulega. En ég held að þurfa að vera að blanda báðu, að því þú veist, ef þetta væri bara dansplattform, þá væri ekkert margir inn á þessu, sko.
Nei, 100% ekki. Fólk fer inn líka bara til þess að, þú veist, ég veit ekki, læra eitthvað, en líka eitthvað bara til þess að hlæja, skilur. Þetta var náttúrulega bara eitthvað lip-sync-plattform til byrja með líka. Musical.ly, já. Og það er ekkert svo langt síðan það var breytt. Nei. 2017, 18 eða eitthvað. Þannig að gott að hafa það bara blanda af öllu. Og vinsalistu líka TikTokarnir. Charlie og okkur. Hún var bara að hitta 100 million followers. Já. Shit, það er rosalegt. Það er magnað, já. Ég trúi bara ekki að sé svona margir inn á svo appi. Hún fær 40 million views. Já, þessi tala, því horfast tölur, þetta er ekki raunverulega tölur fyrir mig. Ég er bara svona, þetta er bara sett inn, skilur. Galið, sko. Hvað er Ronaldo og Kylie á Instagram? Veitu það? Ég held að þau séu bara í 200 milljónum eða eitthvað. Er ekki Ronaldo vinsalistur á Instagram í heiminum? Jú, ég held það. Og svo Kylie eitthvað eftir honum eða eitthvað. Já, Kylie og Kim eru í eitthvað svona keppni. Já. En Ronaldo með 245 milljónir. Shit. Og pæli, svo Charlie dansari með 100 milljónir. Já, líka bara 16 ára. 16 ára stelpa, sko. Og allur heimurinn veit hvað hún er. Hún er líka græða ekkert eðlilega mikið. Nei, hvað maður að græða þegar maður er svona ungur, maður skilur ekki peninga, Ég er með sko lista vinsalistu og svo hvað að græða á ári. TikTok? Já. Hvað með það? Ertu tilbúin í það? Þú veist, vinsalistu TikTokin heimi, það er Charlie. Já. Og þetta tekið saman, þú veist, 24. nóvember 2020 og þá var skrifað, þú veist, þessi grein. Já. Og þá var skrifað, já, Charlie með 100 milljónir followers og svo tjekka í dag 102,9. Frá nóvember. Það er ekki mánuði liðin. Og ég eitthvað sæl. Addison Rae er nummer 2 og hún komið með í dag 71 milljón. Já. Svakalegt. Svo er þriði Zach King. Já. Hann er svona góður content creator. Hann býr til bara efni sem er bara ógeðslega vel editað. Er það ekki fyndningainn? Er hann ekki að gera, er það dansað? Nei, hann er í rauninni bara að gera sko svona bara illusion myndbönd. Já. Ok, ég er svona transition guy eða eitthvað þannig. Sko, hann lætur reyna út af því að skipt svo miklu máli hvað horfir oft á myndbandið, eitthvað að vera væral. En hann gerir illusion mest og þá verður það Já, þá náttúrulega horfir svo oft. En þetta eru líka brandara, sko, hann er mjög skemmtilegur skæði. Já, jú. Ég sé það. Hann hefur verið Hann komið með 53,4 milljónir. Númer 4 er Lauren Gray. Já, ég veit hvað það er. Já, hún var hjút, sko. Hún og Zach voru með stæst. Já, ok. Og svo náðu stelpunar yfir. Hún er aðeins eldri en þær held ég. Eldri en hérna Adson þær. Hún komið 50 milljónir. Hún Lauren Gray. En í 5. sæti, og þetta kom mér óvart. Veit þið hvað er 5. sæti? Nei. Bara TikTok. Bara TikTok sjálft? Já. What? Þeir eru bara meðsíðana. Alltaf bara bæta við. En í dag voruð með 49,2 milljónir. Ég sé ekki svona TikTok var að gera content. Nei, skilur. Nei, þeir eru basically bara repost ykkur. Já, meinar. Já. Það er bara svona, já. En Instagramin, þú veist, hver er að followa það? Fattar mig? Ég er bara... Áhört. Þetta komið virkilega óvart að í 5. sæti væri bara TikTok sjálft. Sáum daginn hann að þátt að cancela Charlie. Já. Hvað var, það var eitthvað út af James Charles og einhverju... Hún sagði sko, hún var bara að borða. Já, hún kvartaði við matnum. Já, við pappinu sem kokkur eitthvað. Kvartaði matnum og það var bara cancelinni. Já, við róum okkur aðeins. Bara þegar hún væri svo ógeðslega degruð og hún get ekki, og þú vorum eitthvað kokk og kokkurinn var að gera eitthvað gett luxusmat og hún var basically bara svona, ég hefði viljað bara fá pítsu og þá átti bara cancelinni. Hún borðaði einhver skeljunga eitthvað svona röggskilur og var bara eitthvað kúast. En, þú veist, það var bara... Einmitt og hún var bara eitthvað, þetta er 16 ára stelpa, hvernig fannst ekki, þú veist... Leiðinu bara að vera matvönd í svá, sko. Já. Það var eitthvað þannig að hún var að disrespekta kokkin, eða ekki? Jú, fólk tók því þannig, já. En það er náttúrulega varir ekkert málið. Nei. Þetta var ekkert eitthvað kurtist, en ég sá ekkert, ég hef ekkert eitthvað að fara kvart yfir þessu, sko. Nei. Sko. En, já, mér er svo leiðilegt, og þetta er náttúrulega krakka sjálfur sem er að cancelinu líka, þeir skilja ekkert betur heldur, en og svo glata þessi cancel menning eitthvað úti, hún misti 2 milljónir bara einn degi eitthvað, en fekk þetta bara aftur strax. Það breytti einhver fyrir hana. Róum okkur aðeins, sko. Já. En tekjuhæstu, þá er Addison tekjuhæst af TikTok. Kemur ekki ávart. Með 637 milljónir íslenska króna á ári. Wow. Shit. 637 milljónir. Ég sé ekki fyrir mér þessa tölu, sko. Nei, ég skil ekki þessa tölu. Svo er líka mamminar, pappinar, lillbróðanar, öll á TikTok líka. Já, örgulega líka græða fullt af penningum. Já, þetta er rosalegt, sko. Business. Og Charlie er nummer 2 í, sem er að græða tekjuhæstu. Hún er með 509 milljónir íslenska krónur á ári. Ætla að segja því að hún er bara ekki komið fjárhags
Hún var eitthvað andlega, eitthvað svona leiðla líka þannig að hún ekki að pæla mikið í þessu. Nei, já, getur verið. Ekki eitthvað mikið að taka samstörum og eitthvað. Nei, Addison alltaf verið eitthvað. Já, hún hefur verið svolítið meira í því. Já, bara mjög stable. Já. Og svo Dixie, systrinnar Charlie, kemur hún heppin maður. Og kemur þriða, já. Shit, sko. Hún var karrjuð. Ha? Hún var bara ekki neitt, Dixie. Nei, svo bara hún systur. Já. Heppin. Fættist henni rétt fjölskyldu. En hún með 369 milljónir íslenskar krónur á ári. Fyrir að vera systir Charlie. Pældi því? Hún var söngkona og eitthvað. Já, hún var ekki völdlega að be happy. Já. Það er alveg krúllegt. Ég fílaði hana. Ég er ekkert svona, ég er bara svona heppin. Ég vildi vera hún. Já, en það voru öll heppin. Charlie var líka bara heppin að vídeóið hennar fór viral og Addison líka. Það var bara eitthvað peppi okkur strákum, bara eitthvað svona djók þegar hún var viral. Já, með Addison? Nei, annað Charlie, já. Fór allir að hæpa hana, bara ekki, að því var að dansa á fullu og eitthvað, já. Það er svona góðari að dansa, sko. Já, mjög. Já, hún var dansari, eftir hún æði dans. Já, nefnilega. En Addison, var hún dansari? Nei, en hún, ég held ekki dansari, en hún var alltaf að horfa á vídeóinu Charlie og hún var get inspired, skilur. Ég man eftir, ég var að followa Addison áður en þær þekktust og hún var alltaf að reyna að fá athygli frá Charlie. Já, ég skil þig. Já. Það var langt síðan, nei, það er ekki það langt síðan, svona nóvember eða eitthvað. Það er bara nýbúna. Já, þetta er svo stuð síðan. En það er að því að þær báðar joinu þetta Hype House. Þar eru þessast báðar partur af því. Hún dúið hann eitthvað tíman eða eitthvað þannig og þá var hann bara, oh my god, Charlie, skilur. En þær eru með bæði partur af þessu Hype House sem eru þeir sem eru að redda þessum sponsum og þessum giggum sem eru að koma með þessar tekjur. Og það er engin gaur Nei, ekki af tekjuhæstu enginn af þessum kærustum þeirra Nei, allavega ekki í topp 3 sætum af tekjuhæstu við gætum alveg farið ennþá lengra niður og þá finnum við bóttið ykkur en það er eins og stelpunar eins og sé að græða meira en strákanir ég veit ekki hvað það er það er bara fínt maður það er bara flott ánum með það ekki en ok hérna er ein spurning er eitthvað trend sem þú sért eftir að tekið þátt í? Já, ég tók einn sem hann það var svona hluti ráðast á þig og ég var að vinna með Marrút og ég lít snakk ráðast á mig og það var bara gett skrítum umband Er það ennþakstur inni? Nei, ég tók út okay. Það er ekki að finna það Nei, það er örgleikur sem seifa það sko. Já, maður getur svona stilt að það ekki hægt að seifa það ekki ef fólk getur svona screen-rekorda og eitthvað það tapar maður á því það fer eftir ef fólk allir er favorite okkurslist þá kemur svona engagement algjörlega, en þú veist eins og TikTok það er alltaf eitthvað trend, svo er það bara geðveikt nice og bara geðveikt cool svo kannski eftir mánuð er það bara ógeðslasnalegt þannig að þú veist, maður er svona að hoppa okkar vagna sem maður er svona kannski eftir á bara hvað er að gera, skilur þú hefur líka bara viku í rauninni á hverju trendi til þess að taka þátt í max þú veist, það eru 5 dagar síðan þá ertu bara hún sein sko þú veist ekki pressa að vera svona alltaf on point eitthvað að reyna að ná ykkur jú, ég reyna að hætta núna bara að vera á trendunum því að það er svo erfitt er þetta eina sem þú veist, þú ert að vinna ég var með liðvisli, ég var þetta ekki það er ekki gott en já, annars er ég bara að TikTokast já, það er ekki ekki það fyrir ekki mikil tími í þetta, þannig sé Nei, það fyrir tími en þetta er ekki flókið en það er skemmtilegt þetta er ógst að næs vinna TikTok, að gera TikTok er alveg rosalega vinna sko, sant? Það tekur ógst mikið tíma Er það að læra dans eða er það að reyna að ná okkur rétt og svo klippa og þetta er ekkert eitthvað að gera Það mestu tíminn minn fyrir ég að finna bara hvað ég ætla að gera Já, eins og komið hugmyndir Ég vakna að kláta og ég á bara að finna hvað ég ætla að gera ég er ekki ennþá búin að finna það Svo komin hér Komin tilbúið Hefur keypt eitthvað skrítið út frá TikTok? Bara svona LED-ljós eins og allir aðrir ég gera það Það er með LED-ljósin á mæknum en ekkert um LED-ljós Nei og jú sjokkun, ég keypti eitthvað svona sjokkun-túl maður Já, alltaf sjokkuna, já, það er ekki mér langar í hann frá Nelk Boys Já, Nelk Boys Þú er mikil fan Já, það er einhverjir það er 100% einhverjum hlusta sem einhverjir eru og þeir eru líka fan Já, potið En eru þeir með merch? Já Já, þeir græða bara mest á því Já
þeir voru bara eitthvað út af því að YouTube tók alltaf niður sem gerði okkur leys þeir eru bara það stóri að þeir geta sagt skilur fuck YouTube og þeir þurfi ekki lengur peningur á þeim til þess að gera þetta það er ekki og það kominu með núna svona sína síðu YouTube síðu rauninni sem bara þeirra efni fattur þú borgar $20 á mánuð til að fara já, svona subscription eitthvað, skilji það er mjög sniðugt það er bara með þá þarfst ekki að sjá einhverju ads og eitthvað sem vilt ekki sjá nice. En ok, hefur TikTok gefið mörg tækifæri? Bara svona ég raunir bara allt mikið núna er út af TikTok nákvæmlega ég líka nýtti þetta alveg frekar vel ég fá bara hamast á þessu eftir þetta blóaði upp nákvæmlega maður alveg séð í alls konar auglýsingum og eitthvað þannig það sem gerir mest núna er bara TikTok og hann að TikTok er alveg bara líf með núna sett og njóma sko nei, það er ekki lífa sett bara geðvægt já, það getur að lifa á okkur svona já, stemming þannig að Trump alltaf að banna og kúkaði í mig varstu paniki? Já það voru allir stressaðir sem voru að kríða það voru allir stressaðir 50% followerinn mínu var frá Bandaríkjunum já, takk þá ég voru bara mist helmingin já líka bara allar þessar skvísur það er dottu út skilur Addison, Charlie og nákvæmlega það er ekki að posta en þú mátt kannski ekki downloada lengur appinu já allir sem vorum appið gáttu nota en svo var líka eitthvað svona persónudót sem já, var eitthvað persónu ok, það gæti engin nýr komið inn á það en það var alveg nógu fólk inn á það ég veit ekki alveg, ég er ekki alveg með það hreinu en þetta hefði alltaf cancelast út á endanum já út af því að kom fullt einhverjum svona nýjum alveg sveppum bara sem má vera í Bandaríkjunum eins og Thriller, veit ekki hvað er eins og það, er það hvað því? Nei, en það er bara þetta er basically að sama sko alveg eins og fólk að færa sig yfir það þeir kiftu allar TikTok já, sem gerði það bara af hræðslu sko, ef hitt verið að fara að loka þannig að fólk ofta fyrir að fara bara yfir TikTok á meðan þau eru að sækjast eftir TikTokunum þau sendur þeim svo að gauta bara eitthvað við skulum verifæða og Thriller og þeir eru bara að borga fólki það fullt af YouTuberum sem eru einmitt ekki á TikTokinu eru þarna að því að vera að borga þeim og svo eru þeim eitthvað hjút skjafaleikjaninn og svo downloadið Thriller og eitthvað þetta er aldrei hert með þetta ég posta öllum myndunum mínum eða einhverjum 10 eitthvað les og ég fekk bara max 40 views já, ok þannig það er bara þetta er bara stærstu creators sem er hann inni fá að stækka það passa upp á þeirra ekki mikil tækifæri fyrir heina held ég nei það er ógeðslega leiðilegt en þeir ætluðu bara basically að ná markanum ef að TikTok myndi loka að það var að vera, þú veist, hótaði ok, hvert langar að fara svona með TikTok fyrirliðin hefur eitthvað tímann hugsað að fara á YouTube eða hvert svona næsta draumaskref já, endar örugglega þar í einhverju svona YouTube-dóti eitthvað svona eins og mér finnst ógeðslega leiðilegt að klippa svona þannig en bara eitthvað til að klippa fyrir já, við strákanir núna að gera við erum með svona YouTube-channel en sem er bara íslensku því að við erum ekki að þrý saman eitthvað speaking English guys en við gerum örugglega við ætlum örugglega eitthvað út og þá munum við gera ekki það veit en bara að reymin sko ég tala alltaf sko en ég tala alltaf ensku á TikTok já ég sé það það er ekkert að hreimnum það er svo mikið svona hvað heitir þetta tabú að Íslendingar tala ensku sem er svo fáránlegt því að 90% af það sem við erum að segja skilur er alltaf með einhverjum enskusletti minni já ég veit ekki og það sem við erum að gera og þú veist ég veit ekki það skilja allir ensku akkur er ekki bara að lægja allir tala ensku eða vilja það skilur já þetta er bara haters það er margir samt eins og Embla Vigum hún er að tala mikið ensku á TikTok og það er bara mjög flott hjá hann hún er líka með YouTube-channel sem er enska já, líka það, já og mér finnst ekkert svona það fyrir ekkert ekkert í mig þetta er bara svona margir sem myndir svona cringe yfir ykkur svona en mér finnst það bara geggjað á hann það er bara því að fólk, þú veist, þú eru þessi ekki sjálfu eitthvað ég held það sko það er nákvæmlega það og það er engin annar á Íslandi eða fáir í Íslandi sem er að þessu fyrir það streamer eða eitthvað já, nákvæmlega og það er engin annar sem að tala ensku nei, en svo, þú veist, svo ná sumi streamera til dæmis, þú veist, einhverjum svaka vinsældum og þá er allir bara, wow, vel gert hjá þessum það er bara, já, en þið voru síðan að gera grín skilur að vera að tala ensku saman með TikTok, það er alveg fólkar inni sem að áður að blóa upp sem stöður frá með 1000 followers og varstu eitthvað að reyna þá voru allir krakkarnir bara að hitta ógeðslega mikið já, sjá í gegnum það já, en svo leiðast komið einhver followers þá bara, þá allir bara, ég til að horfa þetta þetta er bara snýst að taka þetta skref og vera drullu saman hvað öllum finnst já, þetta er bara það þá kemstu bara eins langt og vilt sko bransinn kemur lang spurningarna mínar eru komnar það eru allir komnar geggjað góða spurningar og gott þegar en svo líka bara svona, þú veist ótrúlegast að fólk hefur síðan bara svona blóað upp út af þú veist eins og hérna
gæinn, heitir hann ekki 420 Dogface? Jú, það er magna. Já, það crazy, sem var með að vera á hjólabrettinu með trönubjörnsaðan sinn og bara geggjaði væp eitthvað. Svo gott væp. Já. Hann var bara að lifa í svona húsbíla eitthvað svona. Já. Og núna hann fekk svo bara sponsaðan bíl og sponsaður af þessu fyrirtæki sem býr til hann trönubjörndjús og við lifum bara svo mikið fyrir content. Já, greinilega. Við elskum allt svona. Hann líka hann var alls ekki svona typical típan til þess að vera einhver svona creator og hann bara eldri maður, hann bara joggingalla og allir í tattúum og svo sprakk hann bara upp. Já, svaklega. TikTok alveg geggja upp á það, gefur allir svona sens já, nákvæmlega. Og það óslega mikið nýjum creators. Og þú þarfst ekki að gera það sama allir hinir, augljóslega, hann var bara að gera eitthvað sem er super simpul, bara með góð tónlistundir. Hann startaði hann í þessu trendi. Já. Hjólabrettstrendi. Hann er bara það er ekki stærsta trendi. Hann er bara að væpa, já. Fyrir þannig eitthvað renni geta eitthvað. Já, nákvæmlega. En þú ert með merch. Já. Ertu að selja þetta? Já. Við erum að kaupa. Já, með bara vefsíðu. Hvenær byrjar að selja þetta? Núna í nóvember, 23. Já. Geðveikt. Fyrir afmæli. Til hamingju með það. Takk maður. Það er geðveikt. Já. En ég var ekkert að, ég panta ekkert mikið, sko, þetta var bara, og svo ég bara að testa hversu svona gott útlenskt fans ég er með. Já, hvernig fór það? Það er allt selt upp nema bara small og medium. Vá, ok, geðveikt. Það var eldra lið að kaupa hann í held. Aha. Það er svona, já. Það er gott, sko. Mér langar einmitt, ég er að hugsa já, ok. Ég er svona mest að hugsa út í það, ég nenni ekki lengur eitthvað svona. Krakka. Ég elskar krakka, en ég nenni ekki að búa til content sem mér finnst ekki svona skemmtilegt sjálfur. Nei. En hefur lent í því, þú veist, þú er náttúrulega á TikTok og það er svona ungur hópur og ég sé fyrir mig bara svona að þú ferð í smálindin að vita allir svona krakkar hvað þú ert. Hefur lent í því að eitthvað lappir upp á þér? Já, alveg. Það gerist alveg oft, sko. En eitt skemmtilegt líka, sko, ég kom fór á bensinstöðuna að fá mér í þetta árin kom og senast ég var þar, sko, og kom til krakki upp og var eitthvað, hei, Lil Curly, maður taka mynd? Já, myndsmál. Og ég minnst þú óslega leðilegur, ég er búin að blokka þig. En það var einu svona, en hún var mjög næs og svona, en svona bara krakkarnir, skilur. Það skilja þetta heldur ekkert. Nei, ég skilja líka ekki að þú sést bara manneskja, skilur. Já, nei. Ég veit það. En ég hef aldrei lent inn leðileg, annars krakkarnir alltaf gett næs. Já, en hefur verið bara einhverjur og einhverjur bara, hei, getur við gert TikTok saman? Já, ég sé það fyrir mér. Ég fengi posta bara frá foreldrum, sko. Já, ok. Þá komu svona bannapartí eða eitthvað. Þá komu að taka TikTok bara, sko. Ég tek alltaf TikTok með þeim og minnst það geggjað, sko, ég elski það. Og ég fæ alveg miklu meira en held, sko, ég fór einhvern í Smáralind, fiskið sem gerist. Og það var öskudagur. Og þá kom alveg hópur bara eftir mér bara, og ég var stjarnar, sko. Og fæ alveg oft eitthvað svona Instagram bara eitthvað, þú ert fyrirmynd mín í lífinu. Sem er svona ekkert spes fyrir foreldrina þeirra, sko. Ég er að taka eitthvað. Það er svo krútlegt. Já. Ótrúlega sætt. En eins og með, þú veist, þarna að setja bílrúðuna niður og svo setja hann aftur upp. Er það eitthvað sem þú byrjaðir? Sko, já, ég sá annan gæði að gera allt öðru í þessu útgáfa af þessu. Já. En eftir ég postaði þetta, þá fór fullt af fólki að herma eftir mér að gera það. Já. Hans blóði ekkert upp, ég var heppinn að sjá það bara. Já. Og ég svona stáði í est. Já, en þess það er TikTok snýst það er að recreata önnu trend, bara gera það betur. Já, og bara útfærsluna á því, já. Mér finnst fólk vera að heita oft svo mikið á fólk bara, já, ok, þú veist, það stelur sig, bara svona, nei, mannski var ekki stelur sig, þetta TikTok snýst að gera sín útgáfa. Stelur sig líka af hverjum, það er þessi stelsa einhverjum öðrum og það er bara eitt sem gerir þetta. Þetta er eins og, þú veist, Kardashian-systurnar voru að posta TikTok-vídeónu sínu þar sem voru að ringi fólk á FaceTime. Já, geðveikt. Og þá voru með einhver stelpa sem var bara ætlaði ekki að kredita mig og hún bara blóði upp að því hún segist hafa átt þetta trend að ringi fólk á FaceTime og maður bara svona, come on, skilur, ég myndi frekar vera bara I made that. Já. Það er eitthvað reið út þér. Þetta er allt svona, það er alltaf allir brjálæðir. Já. Og eins og Charlie alltaf, þú færð sem geit, sko, já, en hún bara taggar alltaf núna, bara hún setur ekki kapsum tagga bara sem gerir það. Hversu erfitt er hún sér dansinn hjá okkur sem er ekki að tagga, skilur, hún þarf bara að researcha hver bjóður hún dans til, því ég hef aldrei séð eitthvað mannskjörn sem er að búa þetta til, skilur. Það er mjög flókið. En já, við náttúrulega spurðum tebúsgestina okkar á Instagram líka. Já, við spurjum alltaf tebúsgestina og reynum að leyfa þeim að vera svolítið með í þættinum. Komum með. Það er alls konar svör hérna. Byrjum á því að spyrja bara, ertu á TikTok, já eða nei? Hvað heldur að niðurstöðun sé? Í prósentum. Já, í prósentum. 60% já. Það er 90% já.
10%? Shit maður, þetta er mikið samt. Já. Það er rosalegt. Fólk alveg að fara á vinn, sko. Já. Sjáu þið eitthvað aldur, hvað eru að fylgst með ykkur? Við hefum ekki skoðað það undir aldurinn. Jú. Þetta er rosalega bara jaft af bara frá hvað? Ég með þetta, sko. Já. Allavega með þeim. Allavega ef við getum tjekkað til dæmis á YouTube, þú veist hvað er hlusta, það er stærsti hópurinn okkar 18 til 24 ára. Já. En næststærsti er 25 til 34. Þannig að Þetta er að koma. Þetta er svona það. En á Instagram er líka stærsti hópurinn okkar 18 til 24. Já. Það er svona okkar aldur. Það eru fylgjast með. Ég sá ykkur um eitt fyrst, sko, einhver vinkona mín, ég sá ykkur svona bara í stóri eitthvað svona, og þá var einhver mamma bara að horfa á ykkur í sjónvarpinu. Þá var, ég vissi ekki það þessi fyrst, sko. Þetta er ekkert inn í podcastum. Nei. Bara eins lítið og ég gæti verið. Já. Og það var einmitt svona, þá fætti ég, það er skemmtilegt að koma. Já. Við erum ánægðan nefndir að koma. Já, mjög glaðar. Síðan spurðum við. Bara takk fyrir að fá mig. Já, auðvitað. Fyrir að koma. Svo spurðum við, hvað er, þú veist, ef þú ert á TikTok, hvað er uppáhalds TikTok trendið þitt? Já, svo er einhver stelpa hérna segir ekki dans, ég hata dans trendin, Savage Love dansinn, classic. Það eru margir sem segja það. Já, hann er auðvitað að fara eftir, hann mun að flesta eftir honum. Já. Hann líka svo einfaldur. Á Íslandi einhvern veginn. Já. Hann trendaði ógeðslega vel hérna. Af því hann er svo einfaldur. Það er svona, þarna fekk allir sem gátu ekki dansa tækifæri til þess að dansa. Þessu Dominos-stótið, það fekk 700 ágúst íslensk view. Já, það er rosalegt. Stólk að bara sjá aftur, bara frá hinum þessum. Segir ein hérna, that's why I fucked your bitch, gellan. Hvað það? Það er ekki. Ekki hugmynd. Jú, ég veit hvað það er. Já, þetta er good shit, sko. Ok, þú erum tökka því. Mér rámar í því, ég sem þetta ekki viss. Er enginn að segja hana, hvað heitir þetta leið sem að gæja hann að væpa við? Já, hvernig ætti það að útskýra það í orðum? Ég man ekki hvað lagið heitir, en það er enginn. Hérna er Bitch I'm a Ghost trendið sem er í gangi núna, mjög erfitt að ná því rétt. Já. Ég hef heyrt það, sko. Svo nokkur sem segja VAP. Já, sjálfsög. Reyndið þú ekkert að ná það? Classic. Herri, ég gerði myndband maður. Þú gerði það? Já. Ok. Ég er rosalega styrður. Þegar fólk sýnir celebrity sem þau hafa hitt. Já. Ok. Eitthvað sem segir, eitthvað sem að Addison Rae er ekki búin að gera því hún er annoying ass. Vá. Það eru margir í þessum pakka. Vá. Ég skil ekki svona heit. Akkur ekki bara, ef þú fílar hann ekki, bara sleppti ég bara að horfa á hana. Já, þú getur haldið inni takkanum og ítt á not interested. Já, nákvæmlega. Eða bara svæpa, skilur ég. Já, nákvæmlega. All pranks. Og letum hann að heyra það hann að maður. Já, öll svona pranks, sagði einna. Já, neðist það líka skemmtlast. Já. Put a finger down challenge-in. Það ekki bara never have, eða fyrst. Það er svona, já. Það er ótrúlega mikið af því. Já. Hefur þú gert það? Nei. Ég hef það gert það. En ok, hérna... TikTok kaffi, ég man því, það var fyrir sumar. Er það tala um svona whipped coffee? Já. Það var stórt trend. Já, mjög. Ég man ekki eftir því. Er það ekki? Þetta er svona þeitt kaffi. Það var eitthvað svona... Jú. Það ekki. Þetta var svona, það sprakk upp aðeins meira en það átti skilið, þess mér. Smakkaður þetta eitthvað? Já, ég gerði svona vídeo. Og var þetta gott? Nei. Það var ekki gott, sko. Ok. Svo ég gerði vídeo og allt og það gekk mér vel. Ég var bara, hvað er það ég like þetta? Já, en ég meina fólk að ekki lága. Já. Fyrir eftir á íbúðum og húsum og matar TikTok, já. Elskum það. Ég held að fólk er að inni fyrir alls konar ástæður, sko. Þú fer líka bara þitt, ef þú ert á TikTok í nokkru daga, þá er bara for you page bara orðið gott, sama hvað. Já, það býr bara til þitt. Það fíla bíla, þá verður bara... Það er bara bílar. Fyrstu dagurinn kannski leiðilegur, þá verður ekki að bíla, en svo það fer bíl og lækar eitthvað hannig, þá bara... Svo fyrir síminn að hlusta þig og þú veist, veit að þú fíla bíla. Já, einmitt. En svo eru ógeðslega margir sem segja 2019 trendin, 2019 dansarnir og allt það. Ég er svo sammála. 2019 var miklu skemmtilegra einhvern veginn í dansheiminum og allt þetta á TikTok. Og líka COVID líka. Já, true. Góð tímunir. Já. Eitthvað segir, at the moment er stelpur að segja strákur að þeir líti út fyrir að kunni ekki að synda. Hvað segja? Já, ég sé það. Það er ógeðslega fyndið. Stelpur rauninni bara að taka kærastun upp í laumi, að segja bara eitthvað að þeir kunni ekki að synda og þeir bara snappa alltaf. Þetta er bara, hvað meina, ég er syndur og fara eitthvað að rífast. What? Ég hef aldrei séð þetta. Ok, gott.
When you were my baby, eldri dýr, svo koma myndbund af þeim sem babies. Ég hef ekki séð það. Jú. Það er geðveikt, sko. Ég bara, fór í page mitt bara hundar. Bara átó, sko. Það mjög sniðugt átt lítinn hund að fara á TikTok. Já, áttu ekki sætan hund. Já, það virkar svo vel. Það er líka trend núna, hafði ég séð það þegar bara dansa. Já. Do a little dance. Já. Þegar þú ert að þykjast læra með inverted filterin og lítur upp. Ég skil það ekki alveg. Ég fatt ekki. Nei. Ég veit heldur ekki, en inverted filterin skilur eins og ég sá, þú vorum í tölvunni, maður ljótar út að speglast. Það er maður ekkert ljótar en maður lítur svona út. Man sér það ekki sjálfur. Já, rétt. Algjörlega. Svo eins og nýja trendi með laginu Oh No. Svo oftast eitthvað að detta eitthvað þannig. Drake Talk. Já, ég elskar Drake Talk. Eitthvað sem veit að þú myndir fíla það hana. En svo spurðum við, hvað væri svona, þú veist, hver er þinn uppáhalds TikTokari? Og myndbandi sem við settum story þegar við spurðum var af Charlie. Adson. Nei, Charlie. Var það, Adson kom undan þá. Já, settum bara eitthvað svona myndband. Að henni dansa. Hanna spurningi var þar, þú veist, hver er þinn uppáhalds TikTokari? Þannig að, þú veist, fólk var eflaust að fara að segja okkur alla erlendu og það eru margir sem segja algengst svar hérna sé Addison, Charlie og... Já. En Sienna May Gomez líka, ég elska hana. Veistu hver það er? Ég veit ekki hver það er. Hún byrjaði hana Squirrel, hana gæjan hana. Hún er alltaf gett svona... Hún er ótrúlega flott og er með svona... hvað heitir þetta? Hún reyna að koma á framfæri á svona body... Shit. Body positive, skiljum við. Já. Hvað ekki lengi að koma út með. Ok. Það tekur alltaf bumbuna og setur yfir gallabuxunar. Já, hún er bara svo gætna að bara elska bumbuna, skiljum við, og allt þetta. Og þú veist, hún er alls ekki með bumbu fyrst mér, en hún er bara geggjutífa. Svo er Kylie Jenner hérna. Geta kemur... Já, hérna, Sienna Gomez og geggjuður í elastic body type, ekki hrædd við að hafa dansa og hafa gaman. En já, það er eiginlega bara allir að segja hún, sko, Sienna. Mér finnst það að vera langu vinsælastina, sko. Já, Bryce Hall kemur hérna. Kærastinn hennar Addison. Hver myndi þetta þann sem uppáhalds? Ég veit ekki, fólk er mjög mismunandi. Hann er mjög grillaður. Já. Ég get það ekki, sko. Nei, ég sá, það er eitthvað nýtt núna hjá þeim strákunum, eins og Bryce Hall og gæðunum. Kominu með wig. Það? Bara húið eins og ég með núna, bara beanie. Já. Og... Með hárkoll út úr? Já, bara einhvern krullir út úr. What? Fáralega grillað. Nú veitum við hvernig allt verður en þú ert ekki með permanent? Er sem permanent? Nei. En það ég held að sé margir að þeim með permanent. Af því þeir eru ekki með svona krullur. Halda þeir sé með permanent. Ég er ekki með permanent. Já, ég held ekki sko að vera með það. Nei, ég sleppti alltaf hárið í den. Ég skammaði sem fyrir krullunar. Við elskum krullur. Það er eitthvað sem segir two-turn Tony. Já, bara ég love that. Nei, með kannski sé. Bara eitthvað stelpa. Já, en ég er mjög sammálaðni. Svo bara allir þessi típiski gæi Noah Beck og Bryce Hall og hvað finnst það allir með sama? Já, allir með sama. Ég haldi ekki að segja fólk myndi ekki nenn að fylgjast með þeim allir. Nei, það kemur svona alveg inn á milli, þú veist, sko eitthvað svona random, eins og Tana Mojo sem er þú veist aðalega þekkt fyrir að vera á Shit, hún er YouTube, já, hún er No comment. Ok. Sem segja Kylie. Já, hún er góð á TikTok. Já, hún er góð, sko. Hún er líka rúst á TikTok. Ég elska hann á TikTok. Já. Hún er komið 20 milljón followers held ég og hún bara post tími. Já, hún gerir ekki neitt. Það er svona bara svo auðvelt fyrir hana. Já. Það er náttúrulega bara... Og svo spurðum við með íslensku. Hæram, býtu, ég elska Hæram. Shout out á Skincare by Hæram. Hvað er það? Er það eitthvað á TikTok? Það er gæði sem er bara elska skincare. Hann er svo geggjaður. En það er líka fullt af fólki sem er að segja í útlensku Lil Curly. Já, það eru margir sem segja það. Já. Að því við spurðum sér spurningu með íslensku. En það voru margir sem sendin í fyrsta sem voru bara uppáhalds yfir höfuð. Já. Það var Lil Curly. En svo spurðum við íslensku. Og það er algengsta svari líka. Lil Curly. Svo er nokkrum með eitthvað svo random inn á mitt. Embla Vegum er líka mjög vinsæl. Já. Séra Sindri serinn, er það ekki hann presturinn? Já, örgulega. Séra. Ég held það. Já, ég sá ekkert presting på hann. Já. Ég veit ekki hvað hann heitir svona. Já, ég er örgulega ekki margir prestar. Já, ég er örgulega. Já, Embla. Embla, hún er ógeðslega
dugleg. Sjúklega, sko. Hún bara... Líka þegar maður sér til dæmis með hennar, skilur, tíminn sem hún lætur í þetta. Vá. Þetta rosalegt, sko. Rosalegt. Við erum að taka saman á næsta veðsdag. Aha, ok. Erum við að mála þig eða eitthvað? Nei, við erum að fara að recreata hana Love Actually á semynduna. Já. Þegar ég mæti með skilti. Já. Ok, krútlegt. Já. Cute. Og ok, núna eru þið að fara að kollaba og gera TikTok saman. Hvor eitthvað pústa þið? Við erum að vinna með saman fyrirtæki, Swipe Media, og við erum bæði á þeim og þetta er rauninu bara, við erum að taka þetta upp fyrir Swipe og svo getum við búið til okkar TikTok-content. Já, ok. Ég held að vera bara að taka upp TikTok saman. Já, það er pælingin, sko. Já, ok. En samt skilur, ég veit ekki alveg hvernig TikTok ég mun lít út. Já, ég skilji. Sem segja Armóla, bróðinn. Já, hann er ekki alveg nógu duglegur, finnst mér samt. Ég er sammála. Hann mætti alveg gera meira. Það mætti vera meira. Ég væri til að sjá meira, sko. Já, hann það bara að posta myndband af Birni og hann nóg, sko. Hann fór líka á Puberty. Já, hann var alveg væri með bústvídeó. En það er sko eldgamalt af Snapchat. Já. Ég man eftir þessu bara 2017 eða eitthvað. Já, þetta er sko eldgamalt vídeó, eitthvað sem hann átti mitt bara á Snapchat og ákvað bara að setja á Instagram og svo fór Instagram og tók það og svo sett hann það og þú veist, þannig að hann er mitt búin að vera duglegur að reposta því myndbandi. En ég myndi segja besta, mest viewasta TikToki, ég hef ekki postað mörgum hjá mér er Birnir Blær, þannig að hann ætti að nota sér þann hann er búin að vera að því, sko. Styrka aðeins meira. Já, en bara meira. Fólk vil bara sjá hann. He's a star. Ég held ég fari bara heim og búi til TikTok fyrir Birni. Og ég er bara að byrja að mega money. Lítli krakkar virka vel, sko. Hundar og svona. Já, það var líka margir sem segja hana Yeet Baby. Já, Yeet Baby, já. Það er hvað það er. Lilla barninu er alltaf að hella í juice í það er ógeðslega krútlegt. Hún er alltaf búin að reyna að kenna henni að hella í juice. Þetta er litla frænkan sem er bara svona gæja á okkar aldri sem er alltaf með litla frænku sína að passa hana og er alltaf að láta hana einmitt bara hella í pínlítil. Hún er alltaf bara að hella út allt og bara þetta er svo fucking gott, sko. Það er svona, hann heitir eitthvað Just Mygo eða eitthvað. Hann er svo að hann og litli bróðir hans eru saman og hann er bara vinsæll út af litli bróðir sinn. Hann var alltaf með litli bróðir sem öllum myndböndum. Og hann taka hann að dansa og hann er alveg dúlla þessi litli krakki. Ég held ég sé þetta. Já, 100%. Hann er alltaf með Jason Derulo. Já, ok. Hann er líka, Jason Derulo er bara komin aftur á toppin út af TikTok. Já, ándjóks. Og kærastan hans líka, hún er fárlega vinsæll inni líka, sko. En hann setur svo mikið metnað í þetta. Jason Derulo. Já, hann gerir það, sko. Hann er alltaf með bara tökutími kringum það. Samt behind the scenes. Svaka klipping og eitthvað, já. Allt grafíst og bara Will Smith er líka, hann er í saman bakka. Já, Will Smith er bara með eitthvað next level vídeó, sko. En hann hefur líka alltaf verið bara saman hvað Will Smith gerir, þá þarf það að vera ekstra. Ángríns. Það eru nokkur sem segja Sunniva líka. Já, ég elska það. Svo eru nokkur sem ég hef aldrei heyrt Hvað er með það? Íslenskir. Alex Mullet-gaurinn. Ég þekki enga íslendinga, því miður. Nei. Elvar Forsdal, Klara Sif og Gósi. Hef aldrei heyrt þessi orð. Engilbjartur, Helena. Jú, ég sé hann. Það er ekki séð Engilbjart. Nei, ég held ekki. Þeir að missa miklu hana. Já, kíkja á það. Ok. Ég tjekkum því. Og allir sem eru heima að hlusta. Svo náttúrulega Vilja Netto líka. Já. Inga B.H. Ég veit hvað það er. Veit ekki hvað það er. Hún dugleg. Og svo It's Britney Bits. Er það eitthvað prófíl? Örugglega, ég veit ekki. Já. Þekki þetta ekki. TikTok Frissi. Andri Björns. Já, ég veit líka hvað það er. Hann og Inga eru svona á svipuðu leveli. Já, ok. Fædd eitthvað 203 og er að gera eitthvað svona að gera krakkana klikka, halda sér svona eitthvað svona. Já. Það er krakkana fyrir þessu gaman, eitthvað sambandstótt. Já. Og það kom líka spurningum með Emblu eitthvað, eru þið það spurt mig, er þú Embla saman? Já. Bara hún er fræg á TikTok. Já, mitt, bara búið að gera ráð fyrir því. Fólk vill líka eitthvað svona slúður, skilur. Já. Og svo er Patrik Hæmi. Já, ég elska Patta. Hann ætti alveg aðeins duglegri. Hann er mjög duglegur. Hann mætti vera duglegur. Já, ég er sammála. Hann fær rosalega mikið engagement, finnst mér. Mér finnst það gaman að sjá hann. Binni Klí líka, sjá þetta á þá tvo. Já. Það er ekki að gera TikTok. Vil sjá meir. Já, ég sé eitthvað að Binna, hann er skemmtilegur. Já. Og svo er nokkur sem segja Kara Kristel. En það er bara tjekka á þessu heima. Alls konar Íslendingar að neina. Íslendingar til að tjekka á hérna. Áhugavert. Very, very vel. Herru, Lil Curly. Arnar, er það ekki? Arnar Gauti. Já. Viltu samt vera að kalla það bara Lil Curly? Já, það er fínt, sko. Ég er að kalla það hérna eftir og ég segja Lil Curly, haha, eða ég segja Arnar Gauti.
En svona af öðrum, þá ætlar að kalla það Lil Curly. Alveg sama bara. En þú veist, þegar maður kallar Arnar, þá eru svona homies, skilur. Það veit ekki samt hvað ég heiti. Já, allir homies, sko. Allir kallar Arnar. Ég var að reyna að vera special, skilur. Þú leiði mér að kalla Arnar. Já, mér bara, mér er alls sama, en það þekki mig enginn sem Arnar í rauninni. Nei. Kannski núna. Einn daginn. Takk fyrir komin að Arnar. Takk fyrir komin. Veit fólk hvað Lil Curly. Takk kærlega fyrir að fá mig. Gaman með ykkur. Og gott að smaka te. Ekki? Gaman að drekka tepalla með þér og þú ert potið eftir að koma ekkert með aftur. Já. Þetta ekki til það? Ekki. Já, sjáumst við bara næstu viku. Sjáumst.